þessi hér. Já, ég þarf að Þetta eru búa til formúlur. eitthvað samhengi í þetta. Og Magda er með sko 400.000 krónur í laun borguð. Sko, þegar þið skráu ykkur inn í Þá er komin í plús. fjármálaþjónustuna, þá opnast fyrir ykkur kennslumyndbönd þar sem þið eru að læra að fylla út yfirlitinn, þar sem við erum að vinna með tekjur mínus útgjöld og þannig við erum bara að fara uppgötva tölunar og þar er tekið sýnidæmi og þannig ég ætla ekki að fara að gera það aftur en ég ætla að stela svona úr því punktum svo þið sjáu hvað gerist. Þannig að það er þá fyrst að að það fyllist svona út eyðublaðið og við byrjum á ársífurritinu og við þurfum að hafa það í fylla það allt út, alla 12 mánuðina og það er ákveðið kerfi á því hvernig þetta er gert til þess að það sé hægt að sjá hvað má skera niður og hvað má og hvað er nauðsynlegt að verði. Það sem er nauðsynlegt að sé borgað er efst á blaðinu og það sem er neðst í útgjöldunum er það sem er auðveldast að skera niður ef á þarf að halda. Þannig að við þurfum að sjá möguleikana. Þess vegna við verðum að vera svolítið skipulega þegar við fyllum þetta út og svo bara vitum við ekki alveg hvað við þurfum í neysluna en við þurfum að giska á það eitthvað. Þannig að þessi hjón þau eru með 800.000 í tekjur, 400.000 í útgjöld, á giska á að þeir þurfi 300.000 fyrir matnum og þá eiga 60.000 krónur eftir á mánuði til þess að borga vanskil. En þessi peningur er líka fyrir að kaupa föt eða jólagjafir eða ferðast eða eitthvað. Og óvænt útgjöldin skellirnir þeir koma. Þannig að það má kannski ekki lofa þessu öllu. En suma mánuði er hægt að nota þetta og kannski eitthvað þessu er hægt að nota í fasta samninga. En við getum ekki talað um það þegar við sjáum ekki hvort það sé með vanskil eða ekki. Þannig að núna þurfum við að fara að skoða það. Já, en nú er eyðublaðið ógreitt. Það fylgir sömu lögmálum og hitt, þar að segja hvað það sem er mikilvægast að borga er efst á blaðinu, það sem er minnst mikilvægast er neðst. Og við erum búin að finna skattaskuldirnar, allar skuldir við ríkið, búin að setja þær inn. Og þeir sem taka eftir að það er merkt við að þessi fjárnám og það er dagsetning á fjárnáminu skrifuð niður og allar svona viðbúta upplýsingar sem við fáum setjum við niður. Við vitum ekki hvort við þurfum að nota það eða ekki, en það hjálpa yfirleitt til þess að finna lausnina. Og þannig við höldum bara áfram að skrifa og nú opnum við Mótus og þá finnum við ansi mikið skuldum, ansi hátt. Miklu hærra en við reiknuðum með. Íslandsbanki til þess miklu hærri tala. Hins vegar er Íslandsbanki í kröfuvakt. Og kröfuvakt er eitthvað sem að bankinn er búinn að afskrifa. Getur ekki innheimta því hann er búinn að fá okkur að bókast hagræðingar út á það að hafa mist pening. Þannig að hann getur ekki bæði fengið afslátt frá ríkinu, skattaði hvernig sem þetta virkar og líka rukka. Það er 60 skall afgangast á mánuði til þess að borga eitthvað. Það er 5 eitthvað í heildarskuldir. Þannig að við vitum nú þegar það er ekki hægt að borga þetta allt. En hver er lausnin? Það er næsta skref að skoða sig í stöðunni. En nú er búið að stöðuna og það var verkefnið, því er lokið. En við skoðum þetta aftur á eftir.